Bakgrunnurinn minn málfræði og málfræði mjög merkileg vísindagrein og maður sér það kannski bara fyrir sér það að það snúist það að beygja orð og orðhluta og setja upp setningar og svo framvegis. En tungumálið verður til í samskiptum manna. Það enginn einn sem býr til tungumál, það ekki hægt. Það hefur verið reynt, Esperanto hefur verið reynt að búa til Esperanto og aðra tegundir tungumála, en tungumál náttúrulegt fyrirbæri. Og þess vegna þau raða sér saman í kerfi, þau verða að kerfum og í hvers skipti sem að barn fæðist og hlustar á ruglið sem að í raun og veru dynur á hljóðhimnunum, þá setur barnið upp kerfi fyrir sig. Barnið hefur ekki aðgang á mínu kerfi eða þínu kerfi, en barnið býr sér til málkerfi og á sama hátt að þá með því að búa til samtalið gildin, gera það í flötum strúktúr, gera það með samskiptum í gegnum samtalið, að þá fáum við betra heildstæðara kerfi sem að við verðum öll sátt við, getum öll búið við og getum öll trúað á, frekar heldur en ef við eina ferðin enn höldum 3 manna fund eða 10 manna málþing og búum til gildi fyrir Ísland. Þannig að þetta leiðin.